Rannsóknin skoðar viðhorf Íslendinga til ójafnaðar og til þess að nota ríkisvaldið sem jöfnunartæki til að draga úr þessum ójöfnuði. Í félagsfræðinni þá höfum við oft áhuga á því hvernig félagsleg staða, til dæmis aldur, kyn og menntun eða tekjur, móta viðhorf og reynslu almennings. Í þessari rannsókn þá höfðum við áhuga á að kafa aðeins dýpra í þessa lagskiptingu samfélagsins og skilja hana betur og þar kynnum við til sögunar nýjar mælingar á mismunandi víddum auðmagns. Þar eigum við 4 tegundir auðmagns sem við skoðum. Það í fyrsta lagi efnahagslegt auðmagn, en það vísar einfaldlega til þess hversu mikið fjármagn einstaklingur hefur til að kaupa mismunandi dýrahluti innan tiltekins tímaramma. Við skoðum síðan líka menningarlegt auðmagn, en þar erum við þá að vísa til hluta og kannski svona kunna meta hluti sem oft eru tengdir við hámenningu, en líka hversu oft fólk sækir viðburði sem að myndu tengjast svona hárri menningu. Við skoðum líka félagslegt auðmagn og þar höfum við áhuga á að sjá hvernig fólk tengist inn í mismunandi elítur landsins og skoðum þar menningarelítuna, stjórnmála og efnahagselítuna. Að lokum þá skoðum við líka táknrænt auðmagn, en það vísar til þess að það eitthvað við stöðu einstaklingsins í samfélaginu sem að lætur hann eða hana upplifa það að þeir séu betur í stakk búin heldur en aðrir, að koma sínum sjónarmiðum á framfæri eða til að fá tækifæri sem ekki eru opin öllum í samfélaginu. Niðurstöðurnar sýna að mikill meirihluti Íslendinga, eða 80%, telja að tekjuójöfnuður sé of mikill hér á landi og það eru ríflega 70% sem vilja að ríkisvaldið sé nota til jöfnunartæki til að draga úr þessum ójöfnuði. Við sjáum líka að það mikill stuðningur við að allir hafi aðgengi að þessum helstu grunnstoðum samfélagsins eins og heilbrigðiskerfinu og menntunarkerfinu, og þar sjáum við að það innan við 10% sem telja þessi réttlátt að þeir efnameiri geti keypt betri menntun fyrir börnin sín eða fengi betri heilbrigðisþjónustu. Við sjáum líka að viðhorfin mótast af ákveðnum elítustöðum í samfélaginu, og ef við byrjum á að skoða viðhorf til ójafnaðar þá sjáum við það að þeir efnameiri eru síður líklegir til að telja tekjuójöfnuður sé of mikill á Íslandi og þeir eru líka síður líklegir til að vilja nota ríkisvaldið til að draga úr þeim tekjumun. Ójöfnuður gjarnan talinn sem ein helsta ógn sem samfélag 21. aldarinnar standi frammi fyrir og því afar mikilvægt að skilja og greina viðhorf og reynslu almennings af ójöfnuði. Við Íslendingar státum okkur gjarnan af miklum jöfnuði í alþjóðlegum samanburði og rannsóknir okkar sýna að Íslendingar almennt vilja búa í tiltölulega jöfnu samfélagi, en það eru þó líka ákveðin teikn á lofti að ójöfnuður hafi aukist hér á landi síðustu ár og áratugi. Rannsóknir eins og þessar geta nýst við stefnumótun þar sem að þeir endurspegla viðhorf og vilja almennings og það hlýtur að vera hlutverk stjórnmálanna að vilja búa hér til samfélag sem gerir það sem mest.